Koinna TV mitnuannaarutigarbut islaannimitiiveeqarfik N4 suleqatigalugu sapaat allortarlugu piorsaarsimassutsimut tungasunik ааллакаатитсеқатигиттарнигут ингерлаққиммата аваннамут санилитсиннит аасаанерани унингарерлуни ааллартеққиппоқ исигиннаарлуариси уллуми ислаанними сиатисфоолорилиассаагут маани мухаммед нааписсаллутигу хусавиккимилу умиарсуит арферник такорнариутит иннааллагиссамик ингерлатеқартут такусақарфигиссавагут нунатсинни қеэртарсуармут куаннерсариассаагут нууммилу нивипронс мархиортартор пулаассаллутигу Á Seyðisfirði kennir ýmis að grasa. Þar fjölbreytt flóra menningar og auk þess býður staðurinn upp á þó nokkra spennandi veitingastæði þrátt fyrir smæð sína. Nýlega tók Muhammad Asfar Karim við orkuskálanum. Hann ákvað að nefna staðinn Sunnanátt þar sem að Seyðfirðingar tala hlýlega hana. En hvernig kom það til að Asfar hóf rekstur á Seyðisfirði? Og mig langaði alltaf að vera með eins konar rekstur. Það kom þess tækifæri núna þegar ég kláraði námi fyrra í Danmörku við skiptastjórnun. Þá í janúar, februar það kom þessi tækifæri að ég get tekið yfir rekstur orkuskálans á Seyðisfirði. Og ég kom í heimsókn með vinur minn og já, við ákvaðum bara að prófa þetta. Asfar, sem fæddur og uppalinn í Pakistan, hefur búið á Íslandi meira og minna frá 2010 og okkur leik forvitni á að vita hvað það hefur verið að gera síðan þá, en Asfar talar afskaplega góða og fallega íslensku. Ég hef kennt í grunnskólanum, ég lærður grunnskólakennari og kennt 7 ár á Hvolsvelli sem náttúrufræðikennari og enskukennari og alls konar val, til dæmis eldamennska. Og nýtisvel núna? Já. Og svo fór ég í nám í viðskiptastjórnun til Danmörku 2016 og við komum heim 2017. Þetta var ársnám og þá bara ég var að leita verkefnum að gera eitthvað með rekstri og þetta kom tækifæri. Og fjölskyldan fyrir sunnan? Fjölskyldan fyrir sunnan. Kona mín, hún Valgerður, hún kennari og hún að klára skólaárið þar og krakkarnir í skóla og leikskóla. Og heldur þið spennt að koma austur? Þau koma í heimsókn í júní. Það bara við tölum þetta. Kemur ljós á. Asfar segir ýmislegt svipað með Pakistan og Íslandi og nefndi þar meðal annars sterk fjölskyldutengsl. En hvað þykir honum íslenska veðrið? Það var svolítið öðruvísi, sérstaklega langar dagar í sumrin og næturnar yfir veturtíman. En já, það var fyrsta skiptið þegar ég sáði norðurljós, það var merkilegt. Bara kerandi frá Selfossi á Hellu, eitthvað 10 liti held ég. Og það var ótrúlegt að sjá þetta. En núna, maður bara vanur í þessu veðri. Seyðfirðingar hafa tekið nýbreytninni vel, en Sunnanátt býður til dæmis upp á heimilismat. En það sem vakti helst athygli okkar að frá því í byrjun apríl hefur hægt að fá pakistanska mat á föstudagskvöldum og hefur hann oft selst upp á hálftíma. Við fengum að kíkja inn í eldhús þar sem að félagi hans stóð við pottana og var í miðjum klíðum að matreiða veislumáltíð. Já, vinur minn Akmal, hann hefur búið á Ítalíu mörg ár og þá við vorum að tala saman þegar þessi tækifæri kom og hann vildi vera með. Þannig að hann flytur rauninni bara til Íslands þegar þú kaupir staðinn? Já, hann kom til Íslands 27. februar og við lögðum á stað 28. februar hinga og við byrjuðum 1. mars.
Hann ætla að búa til kjúklingur og svo bara blandaði grænmeti. Það eggaldin og blómkál, brokkoli. Myndirðu segja að þetta væri svona hefðbundinn pakistanskur matur? Já, bara þetta grunn bara alveg eins og það var grunn eins og það bara alls konar hluti sem bætt við eftir mismunandi rétti. Þá var komið að því sem þáttastjórnanda hlakkaði mest til að smakka matinn. Hrikalega gott. Já, takk. Þetta, myndirðu segja að pakistanskur matur væri svipaður og indverskur? Í Norður-Indlandi og Pakistan, já. Og oft við notum til dæmis jógurt í grunni, en suðurhluta Indlands þau nota meira kokosmjöl. En við notum, ef við notum meira jógurt og við notum meira mjölkvörur, meira kjöt notað í Pakistan, sem kannski smá öðruvísi en á Indlandi. Og svo norðurhluta Pakistan, þar sem há fjöll, það allt öðruvísi. Þá kemur aðeins ári frá land sem til dæmis Afganistan, Tajikistan, Uzbekistan. Og það meira norður megin þú fer, það meira mildara matur Asfar sér fyrir sér að bjóða upp á mat frá heimalandinu í meira mæli, til dæmis kebab. Hann bjartsýnn á framhaldið og telur pakistanska mat kominn til að vera á Austurlandi. Ég held það. Ég held að það meira og meira, verður meira og meira vinsælt. Pakistanskan mat, indversmatur. Já, það já, ég myndi segja það. Og ég vona að þetta alveg hrikalega gott. Qammat qeqertarsuarmippugut qeqertarsuarnuna alutornarluinnartuuvoq ukiut 25-65 millionit matumasiornaqqaqqap innermik aniitsinaratigut pingorsimalluni qeqertarsuaq kadaallit nuanni kadaallit nunataa eqqaassangikkaanne qeqertarsuaq qeqertat annersaraat qeqertarsuarmiut allaniluminayugallit tamaani aasaanerani aamma pililluartarput qeqertarsuaq kuanneqarluarmat qeqertarsuarmiut peqatigatugit kuanninut kuannersariarpugut paradisip isaariaanutikilluaritsi kuannit naasuli alianaanerusarpu arpersuila pu isiikkingullermi pui aamiissorparuyoruyo maanikkattalaamani Kuannaqutigisaami aamma uyaqqa allatu inneri maani kuannitaviani uanni innermiani anitsartuusimanerata takussutissartai alutornartarnermit taakkua массаккуанниниппугун qeqertarsuilluqarfia takangiani 5 kilometeri ungasissuseqarpa siumuutimul tas 10 kilometeriupo meeqqat arlalliilangivangun ilaarusuttut Tapaama hilteelangivarpu pulattalu. Tungusunnipput. Uwa ukua qanutaasarpaa hillaa. Timmitaa. Tus timmitaa ahuaarluna qeesittarpakka. Taava atortarpakka suppinu assingingittunu. Taavaluamma iullikkunni
туттутораангатта сиатамик qerisut ingaaqqamu kuisarpakka imilinngiivillungi sulerningi sioraasalииннарлуги таава арриитторалараангуарми ууннатситарпакка тас тааннеринissаму тас пиареэртарпу тунгусуннилаарлут мамарториуссуп кисиам ассиингитторпассуарна атортаркаангину аторториусарпагут тилиарисарпагуаама аама киулеққиарисарпагут мамарториуссуп ассиингитторпаана таава салаатину атортарпагу аасаккуа кинакол ималун айсберн салаати сини аёрпунга акоркисинаёрпа куанни атортарпакка тамам ингитассартарангила тамам укуа панертериарлугит персилиту атортарпагу кися укуунгитту хиллатингуммиави укуа қорсооққиссориуссуи има қорсооққитсигису атортарпагу илай панерсиннаajorpagu ilai аггуарариарлугит qeritittarpagu таатаакку ассиингиттуна илаанни туттуqaавану атортарпагу ассиингит панертуусиннааппу аама панертуусариақангил аторлуартақаагу пингортитарсуануаннернэрми маннааттун куаннит таамааммат пеқатааюмайсарторюра арнилисеригаангаминга куарсаат уисасарпунга имаатту пилутарпарпарпассуи катерсортарпагун илаани порсуи арлаллит тассақорсооқиннерсиорлуи катерсортарпагун куаннақуараа аммассанни аасаккуппанертулигаангатта қарититсиимму пооттортаратсигит укунинга куаққаник акуннилерсорлугин таа укиуккут қарититсиимеқақиккаангатсиги аммарлуит пигиалаарсуи куаннисунниалаарсу qitumaartuinnaasarpun qituliqutigisарамик киам типигеқутигалугиллу кисианиам куаннитай аггуаарлуи қерититтаратсиги таакку амилуатсиллуи аасарпагу натуук аана имиссутиссат кави анана уна хортулаариарлугу миллуатигисиннаава имерниару пуллутикууммут клоппими маан клоппимиалла маангарникоовунгун таахпими маангарникоовунгун та аама маангаққиппунгун оналисаппуллу илангиллуми маангарникоо канерепа маангартарсуни нуан сунаттаануаннақисарпуни куаннин писуллани нуаннақанахоо аққотаане паангартарсатааю кингатаартоқ сиуллерми куанни кэммаата ангинни нернавиингара эммаату веракку укпингаяккама таава аамманаккагаяккама тунамун канериппакуаннерсар нуаннақ Á Húsavík tala menn ekki einungis rafmagnsbíla, heldur einnig rafknúin skip. Við höfnina þar má finna 2 hvalaskoðunarskip í eigu Norðursiglingar, Skonnortuna Opal og Eikarbátinn Andvara, sem eru þeim eiginleikum gætt að ganga fyrir rafmagni. En hvernig skildi maður hlaða heilt skip? Það bara eins og með önnur raftæki? Við erum ekki að stinga sér samband heima. Það býr því miður enginn á bryggjunni, allavega ekki í Norðursiglingu. En við búum svo vel að það er hægt að stinga þessu samband á bryggjunni. Þannig að við hlöðum hana hérna á milli ferða og síðan yfir nótt og sem betur fer þá hefur það gengið hingað til. Þannig að það samt ef við ætlum að gera fleiri báta svona rafmagnsbátum þá þyrftum við nú aðeins að auka við rafmagnstengið hérna í bryggjunni. Þannig að það bara skilaboð til Norðurþings og þau þurfa kannski mögulega fara að huga aðeins að því á næstu tímum, komandi tímum að stækka við það þannig að við getum farið að auka við okkur í rafmagnsskipunum. Þetta ódýrara í rekstri?
Þetta þróunarverkefni eins og staðan núna og það búið að vera rándýrt, þannig að stutta svar ábyggilega nei. En í framtíðinni þá gæti það verið það, alveg klárlega. Við náttúrulega erum ekki að reka olíukostnað, þannig við erum bara að hlaða skipin. En það að breyta skipunum úr því að vera bara venjuleg vélarskip í rafmagnsskip, það rándýrt. En við kannski horfum fram á það á næstu árum, þá verður það ódýrara. Og þetta svona alltaf miklu vistvænna heldur nokkuð tíman dísilvélarnar. Nú hefur maður séð þetta skip á siglingu og þá eru töluverð segl dregin hérna upp. Þetta ekki líka að hjálpa til þegar þú ert með rafmagnsbát? Þú þarft ekki eins mikið að láta hann ganga á rafmagninu eða hvað? Já, ég kannski nefndi það ekki áðan með Opal. Það sérstakur skrúfubúnaður í skipinu sem gerir það verkum að þegar seglin uppi þá getur verið að hlaða batteríin í gegnum skrúfuna. Þannig að með því að sigla skipinu á seglunum þá ertu að hlaða batteríin sem þú getur síðan nota til þess að keyra skipið áfram ef vindurinn fellur niður. Þannig að í raun og veru, ef í fullkomnum heimi, þá getur þetta skip knúið sig sjálft endalaust og í raun bara sjálfur sér nóg. Það eins og ég segi, þetta þróunarverkefni. Við höfum ekki náð að fullkomna þessa tækni enn sem komið en ef þetta tækni sem nær að vera til, þá í raun getur þú siglt þessu skipi allan á sér hring, svo framalega sem þú hefur vind til þess. Þannig á Íslandi í góðum málum, og það eiginlega svona dálítið fallegt. Eru önnur fyrirtæki eitthvað að leita til ykkar eftir ráðleggingum? Ekki íslensk enn sem komið en við erum í samstarfi við aðalega svona áhuga siglingamenn, bæði í Noregi og Hollandi og við vinnum þetta dálítið mikið í sameiningu. Við erum bæði að hjálpa þeim við að bæta sínar skútur og síðan þeir að koma með athugasemdir okkar. Þannig að þetta er svona áhugamannaklúbbur í raun og veru siglingar sem svona örlítið að hjálpast að. En þessi markaður þetta er mjög þröngur markaður. Það ekki margir sem að stunda þess konar siglingar en þetta hafa aðalega verið svona 5 til 10 jaxlar bæði aðalega hollendingarnir sem hafa verið að koma með input og svona aðstoða okkur og sína hvað þeir hafa verið að gera og hvernig það hefur gengið. Þannig að það mjög skemmtilegt. Þetta er ekki stór klúbbur sem að standa í þessu. Nú þetta ekki stór klúbbur en hvalaskoðun nú svolítið stór klúbbur og Húsavík svolítið stór þar. Hvernig gengur hvalaskoðun á Húsavík í dag? Hún gengur þokkalega. Það væri lygi að segja að hún gengi illa en hún mætti ganga betur. Við finnum alveg vel fyrir því við og í raun held ég allir ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi og kannski utan höfuðborgarsvæðisins að það ákveðinn samdráttur. Það ekkert launungamál en að því sögðu þá gengur ágætlega. Við erum eins og aðrir bara að berjast við það að fá fólk inn á svæðið. Ég held að það sé almálið. Kakan virðist vera að minnka. Þannig að þetta orðið kannski svona meiri barátta það að fá ferðamenn til þess að yfirgefa höfuðborgarsvæðið og gera sér ferð út á land. En það vitum við það sem hér búum að það miklu betra að fara úr borginni og sérstaklega ekki kíkja á Norðurlandi. Það hefur alltaf verið þannig og mun alltaf vera. Það mikill hugur í mönnum, það uppbygging á svæðinu. Sjáum við ekki bara mikla aukningu á næstu árum? Vonandi, jú. Ég held að þetta snúist mjög margt. Það virðist vera þannig að Ísland sé að verða of dýr staður fyrir ferðamenn. Og við sjáum það að ferðahegðun að breytast. Ferðamenn að stoppa styttra en þeir gerðu áður. Og fyrst þeir stoppa styttra þá þeir ekki að fara út á land. Í minna mæli í það minnsta. Og þeir að eyða minni pening. Sem þýðir að þeir velja afþreyinguna miklu betur. Þannig að þú ert kannski ekki að fara í sjóböðin hérna upp á Höfða og í hvalaskoðun og út að borða og gera hitt og þetta heldur að velja úr. Þannig að við sjáum það að kannski eru bæði minna af ferðamennum á svæðinu og þeir eru kannski ekki allir tilbúinir að koma í hvalaskoðun. En Húsavík stendur undir nafnið sem hvalaskoðunar höfuðborg Íslands og hérna besti staðurinn í Íslandi til að sjá sem flestar hvalategundir. Þannig að ef ferðamenn ætla að koma í hvalaskoðun á Íslandi þá höfum við mjög mikla sérstöðu hvað það varðar. Fyrir utan að vera að Húsavík sé eini staðurinn sem getur farið á seglskip og rafknúin skip þá getur við líka séð sem flestar hvali. Þannig ég held að það heilli mjög mikið og við finnum fyrir því að Húsavík svona ákveðin hvala áfangastaður og svo má orðið komast. Af því að ekki nóg með það að við komast út á Flóa og getum farið í hvalaskoðunarferð. Þú getur líka farið á hvalasafnið eftir á og fengið þar ýmsa fræðslu The Giants of the Sea. Þannig að það mjög jákvætt og bara mjög flott að samhældin í bænum sé dálítið mikið að ýta undir það að gera þessu upplifun sem mesta. En hvernig skildu næstu skref vera?
Megum við eiga von á rafskipavæðingu í hvalaskoðun á næstu árum. Þannig að vonandi þetta bara fyrsta skrefið að hvalaskoðunarfyrirtækin hérna heima og síðar út í heimi taki upp á því að bjóða upp á hvalaskoðun og hverskins siglingar í raun og veru á rafmagnsskipum. Það held ég það sem við viljum sjá og við erum ekki bara að bjóða upp á grænar brottfarir sýningarnar vegna til þess að veiða hérna viðskiptavinnu. Þetta það sem Norðursigling stendur fyrir og munum vonandi allt að gera. Lumi loppumi periarfissat idagivat marriorne nevibrans tamani marriorne qukiuduit matumasiorna allartikkamiuk maanna nammineqangerlarsumaffimini marriornermut atortutaarluni sullivittaangialersoq illorpumi marriani qalipakkai uussamarlugit alakkarterpara. Jeg prøvede keramik første gang i 2005. Gik på aftenskolehold en gang om ugen, og der vidste jeg bare, at det var det, jeg skulle lave. Men tiden passede ikke til at kunne uddanne mig til det som keramiker eller pottemager. Så jeg slog det hen, og først 11 år efter, meldte jeg mig til aftenskole igen. Og det er så gået til 2-3 år, før jeg så er startet her i Illoqput sidste år, i maj måned. Det er en drøm, jeg har haft i mange, mange år. Jeg ved ikke, hvad jeg drejer, når jeg starter med at dreje. Jeg siger, okay, jeg vil lave en kop. Så er det godt, hvad det bliver en vase, eller det bliver ude på det skjuler. Eller sådan, jeg lader mine fingre bestemme, hvad det er, det skal blive. Og så bliver jeg altid overrasket over, hvad det er. Det så ender med at blive. Og når man så har fået lavet det, så brænder man første gang. Og glæder sig til at se, hvordan det ser ud, når det er blevet brændt. Og når man så giver det glasur, så er det mest spændende, når man så skal til at åbne ovnen. Der går et døgn fra man starter ovnen med glasurbrænding, til man kan åbne den. Og det, som jeg plejer at sige, det er ligesom juleaften, når man skal åbne ovnen der. Det er helt vildt fedt. Nogle gange kan jeg ikke sove, fordi jeg glæder mig til at skulle ud og åbne ovnen om morgenen for eksempel. Fordi det er der magien sker med glasuren. Jeg kan godt lide, når det ikke ser perfekt ud. Den her så meget uperfekt. Altså den former ligesom sig selv. Den er drejet, men prøvede på at lave den skæv og sjov. Lidt anderledes. Jeg kan godt lide, at mit ler af jordfarver, altså det udvendige, det ydre af jordfarver. Man kan godt lide at give det indvendige en god farve eller en god glasur, for ligesom at fremhæve det udvendige rå look. Det er nok det mest kendetegnende, det jeg laver, tror jeg. Og jeg elsker en god kop kaffe om morgenen. I en kop, jeg selv har lavet. Det gør kaffen bare endnu mere lækker at drikke stille og roligt. Det er noget, man nemt kan lave. Keramik, hvis ikke man har prøvet det før. Man lægger faktisk den her ovenpå på leret. Du ruller leret ud, og så lægger du den oven på leret og presser igen. Så kommer mønstret på leret. Og når den så har været brændt og skal glaseres, så kommer man glasur over det hele, og så tager man en klud og fjerner det overskydende glasur. Og så får det noget transparent ovenpå, så den bliver sådan blank. Ja, de her øreringe, jeg har på, det er i porcelænsler. Og lidt grønlandsk ler, som jeg så har brugt som glasur.
Så det grønlandske ler, det smelter, når det bliver brændt. Så det er altså brugt til øreringene som en slags glasur. Og det er jo også en meget god historie at kan sælge et par øreringe, hvor der er noget grønlandsk ler i. Jeg strikker rigtig meget og hækler. Og det har jeg gjort, siden jeg var helt ung. Så det er det. Altså strikker og hækler. Det er det, jeg godt kan lide at lave. Og det minder lidt om hinanden, det her med, at man sidder og man fordyber sig i det, man laver. Når jeg sidder og drejer, kan jeg jo sagtens sidde i lang tid og forme den her ting, jeg nu har i hænderne. Og forsvinder helt i mig selv. Ligesom når man strikker. Det er sådan lidt tranceagtigt. Det må man godt sige. Altså det, at jeg faktisk kan leve af min hobby, det er jo en hvermands drøm, tænker jeg. Jeg synes, jeg er dødheldig. Jeg kan få lov at leve af min hobby. Så det er ret stort. Og så længe jeg bliver ved med at lære, og så længe jeg bliver ved med at udvikle mig, så tror jeg heller aldrig, det bliver kedeligt. Så tiden, den går stærkt, fordi at man er i sit rette element. Eller. Så det er fedt. Tamakko pullu ullumikkuttakutissinnaassagut tulliani sapaammi september 23 islannermiut aallakaatitteqqilerpata isiginnaarluarisi ajunginniarisilu.